Lækjartorg var snemma einn af miðpunktum bæjarlífsins, eins og þessi mannlífsmynd eftir Sigfús Eymundsson frá árinu 1886 vitnar um. Það sem kallar hóp bæjarbúa saman er að lúðraþeitaraflokkur Reykjavíkur er að spila eins og hann gerði oft á sunnudögum. Þekkja má Gísla Árnason fyrir miðju og Helga Helgason með lúður af vörum hægra megin. Lækurinn sem torgið er kennt við er enn opinn og óyfirbyggður. Hann kallaðist áður fyrr Arnarhólslækur. Yfirbyggt ræsi er undir viðbyggingu við Símseinshúsið. Þar var síðar rekin minjagreifaverslun ferðaskrifstofu ríkisins. Hér má sjá svokallaða stólpabrú yfir lækinn og hlið austan megin við hann að lóð stift Amtmannshússins, þar sem Stjórnarráð Íslands er nú til húsa. Hópi barna er starfsýnt ofan í lækinn, eftir vill eru þau að horfa á fiska á sundi. Kalkofninn sést í fjarska, en hann var reistur til vinnslu á kálki og hlíðum Esjunnar árið 1876. Kalkofnsvegur ber nafn sitt á honum. Annar samskonar ofn var við Rauðará, en hann var hlaðinn nokkru fyrr. Kalki var notað í nokkrar húsbyggingar í Reykjavík, en framleiðslan bar sig ekki og var þess vegna hætt árið 1879, eða 3 árum síðar. Hægra megin við kalkofninn er svokallað batteri. Það var virki sem hlaðið var úr torfi og grjóti á skammri valdatíð Jörundar Hundatökunungs árið 1809 og komið þar fyrir 6 fallbyssum. Þegar hér er komið var það þó aðalega útsýnisstaður fyrir bæjarbúa. Þar stendur í dag hús Seðlabanka Íslands. Yfirbyggður brunnur með dælu sést á myndinni. Sækja varð vatn í brunn allt fram til ársins 1909 þegar vatnsveita var lögð til bæjarins. Margt vekur eftirtekt í hópnum sem safnast hefur saman á torginu. 3 stúlkur standa í hnapp að hvíslast á og drengur er með hendi í fatla. Hundur fylgist með myndatökunni. Stúlkur sjást með sjöl yfir íslenskum búningum sem enn voru aðal klæðnaður telpna. Hér sjást verslunargluggar í Símseinshúsinu við Hafnarstræti og úlingur sem stendur í dyragætt verslunarinnar. Ofan á húsinu blaktir danski fáninn. Vermireitir og vatnsdæla eru við Símseinshús. Vermireitirnir eru vitnisburður aukna ræktun á grænmeti og berjum meðal betri borgara bæjarins. Þvottur hefur verið settur til þerris á grindverk við húsið. Daniel Danielsson, mágur Sigfúsar, stendur með sígarettu í hendi við annan mann og horfir til myndasmiðsins, enda vanur myndatökum. Á yfirbyggðum Thomsensbrunni standa drengir saman í hnapp. Einn lyftir upp hendi til að sýna ljósmyndaranum peningin sinn. Myndin er ein þeirra mannlífsmynda Sigfúsar sem hann tók af sér útbúnum svölum til myndatöku á horni hússins við Lækjargötu. Sú aðstaða skapaði skilyrði til að ná góðum yfirlitsmyndum á hópum á Lækjartorgi og Bakarabrekku eins og þessari snemma sumars 1886.